Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóðum Jóð. Komið sæl og velkomin í taktíkina. Það óvenjulegur þáttur hjá okkur í kvöld. Við erum í höllinni á Akureyri. Hingað komið landslið kvenna U16 í körfubolta og ætlar að taka hérna mjög þétta æfingarhelgi. Við viljum að heyra aðeins hljóðið í þjálfurum og leikmönnunum. Ingvar, ef við byrjum bara á að tala það, nú eru þið hérna á Akureyri. Hvað kemur til? Já, við fengum boð frá Helga Braga. Hann vill svo til að hann á dóttur í liðinu og hann bauð okkur að koma hérna í fyrra líka. Þá tókstu ekki að setja saman, finna tíma, hentugan tíma og þannig að við vorum fyrr með að kanna tímasetningar núna í ár og það gekk þessa helgi. Við ætlum upphaflega að vera örlítið seinna en sú helgi var upptekin hérna í húsinu, þannig að við færðum þetta núna fram á þessa helgi og frábært að geta komið og fengið góða móttökur og flotta aðstöðu. Nú það þannig, það hlýtur að vera mikill auka kostnaður við það að koma svona norður, þannig að þið hljótið að horfa svolítið í það hvað þetta að gefa liðinu sem það hlýtur að vera eitthvað aukalega. Já, það sjálfsögðu, þessar stelpur, það kom úr sikkurum liðunum og voru spiluðu sem 2 lið í rauninni í fyrra á alþjóðlegu móti í Danmörku þegar voru U15. Nú þetta orðið eitt 12 manna lið og sem að fer út í sumar og þetta náttúrulega bara stór liður í því að auka tengslin og láta þeir tengjast aðeins utan körfuboltavallarins líka. Við munum æfa stíft en að samanskapi reyna að gera fullt af skemmtilegum hlutum til þess að leyfa þeim að kynnast aðeins betur og tengjast. Þetta framtak núna að koma norður, þetta eykur líka sýnileika liðsins. Eitthvað búið að boða leikmenn svæðinu til þess að geta komið og séð hvernig landslið æfir? Já, mér skilst að Helgi sé búinn að hafa samband við yngri iðkjendur í Þór og búinn að bjóða þeim velkomnara að koma og fylgjast með þegar landsliðið æfa og það verður bara frábært ef það verður, ef það koma einhverjar ungar og áhugasama stelpur og fylgjast með. Nú erum við fyrir norðan, við sjáum lítið af landsliðunum, þau æfa mikið á höfuðborgarsvæðinu enda eðlilega ódýrara og einfaldara. Sérðu fyrir að þetta muni gerast oftar, heldur þú leitir oftar að þessum leiðum? Já, ég meina, engin spurning. Það erfitt kannski að gera þetta oft yfir sumartíma, oft með sama liði. En einu sinni á sumri að geta komið með liði og náða að tengjast betur og upplifa bara eitthvað annað. Það öðruvísi að fara út á land og æfa saman heldur en að mæta bara í íþróttahús í 1-2 tíma æfingu. Þeir að eyða saman allir helginni og engin spurning. Ég held að veit að fleiri lið að sækja í að komast í svona æfingaferðir. Akkúrat, og þetta líka, ef við horfum á það, þetta ódýrara heldur en að fara til útlanda í æfingaferðir? Já, ekki spurning. Ég meina, það flestir Íslandi lítið land og það þekki allir einhverja góða menn á flestum stöðum. Þannig að kostnaðurinn fyrir okkur í rauninni þessu felst í því að koma okkur á staðinn. Að öðru leyti búið að má segja að Helgi hafi séð fyrir okkur með allt saman. En dreifingin á hópnum núna, hvaðan eru leikmenn að koma? Eigum við landsbyggðarliðin okkar fulltrúa? Já, það gaman að segja frá því að það ein stelpa á Þór Akureyri og ein úr Tindastól, svo vestra á Ísafirði og Stykkishólmi, ein stúlka. Svo þetta Suðurnesin. Þannig að það alveg að koma upp úr yngreflokkastarfinu út á landsbyggðunum leikmenn sem að skila sér í landsliðin. Já, bara blessunarlega. Og í flestum landsliðum, unglingalandsliðunum í dag eru leikmenn utan af landi og það bara frábært og vonandi verður það til þess að auki enn frekar áhuga hjá þessum krökkum út af landi og auki bara breidd og gæði körfuboltans á Íslandi.
En þið sem þjálfarateymi, hvað gerir þið til þess að fylgjast með þessum leikmönnum sem eru vítt og dreift landið? Þetta var náttúrulega sko bara í fyrra að þá voru þeir að spila frá fjölliðamóti. Og hittustu, voru 4 fjölliðamót og spiluðu þar 4-5 leiki yfir helgi. Núna í vetur var það fyrsta skipti að það spili staka leiki. Og þá er kannski auðveldara að sjá fleiri lið. Og þegar að liðin utan að landi koma í bæinn eða á Suðurnesin eða eitthvað sem stutt er að skjótast, þá reyndum við að fara og skoða þær þar í þeim leikjum. Svo voru æfingahelgar jólin og aftur í febrúar áður en að endanlegt val á hópnum fór fram. Sér einhvern mun á þessum leikmönnum sem alast upp hjá liðum á landsbyggðunum á móti liðum á höfuðborgarsvæðinu? Nei, ég get ekki sagt það, ekki svona í fljótu bragði. Þetta eru liðin út á landi eða leikmennirnir þar. Þetta eru bara flottir leikmenn og í mörgum tilvikum, eða flestum tilvikum bara jafnvel þjálfaðir og leikmenn á höfuðborgarsvæðinu eða á Suðurnesunum. Þannig að nei, ég get ekki sagt það, ég sjá ekkert mikið mun. Það er engin svona karakter eða einhver svona sérstakur baráttu andi í þessum leikmönnum? Nei, veist að þessi hópur er bara eiginlega allur þannig gerður. Það er gríðarleg harka í þeim, þetta er algjörir naglar og miklir baráttu hundar. Þannig að það er, ef það er einkennið út á landið þá fitta það mjög vel í þennan hóp, sko. En svona næstu verkefni hjá þessu liði, hver eru þau? Við erum að fara Norðurlandamót núna í lok júní ásamt öllum 16 ára liði karla og 18 ára liði nú tveimur og það er í Finnlandi og svo förum við í Evrópumót miðjan ágúst. Það er næstu 2 vikna ferð til Búlgaríu. Og liðið núna, þessar æfingar hér, þú ert vantilega að horfa dálítið til þessara leikja með upplegginu og æfingunum hérna? Já, við erum að fara svona yfir, við vorum með flotta æfingahelgi síðustu helgi, þar sem við erum búin að vera að rifja upp það sem við höfum verið að gera fram að þessu. Helgi núna, kannski eftir kvöldið í kvöld, við notum kvöldið í kvöld svona aðeins til þess að hlaupa og ná úr okkur svona mestu þreytunni eftir bílferðina. En eftir það erum við að fara svolítið í nýja hluti og undirbúa okkur fyrir þetta Norðurlandamót. Norðurlandamótið er hins vegar svona mestu leyti hugsað sem undirbúningur fyrir Evrópumótið. Evrópumótið er aðalkeppnin og undirbúningurinn okkar miðast í rauninni við Evrópumótið. Þannig að það sem við gerum núna er í rauninni til þess að hjálpa til við undirbúninginn á því móti. Staðan á hópnum og liðinu núna, hvaða væntingar er eðlilegt að setja þessum hóp? Sko, markmið yngri landsliða er fyrst og fremst að búa til framtíðar A-landsliðsleikmenn og gera búa til betri leikmenn fyrir deildirnar en það heima eða þá hugsanlega atvinnum. Og U16 ára liðið er svona ákveðið millikafli í því ferli. Þessar stelpur eru búnar að fara í gegnum afreksbúðir og úrvalsbúðir. U15 í fyrra, núna er það í U16. Þetta er svona ákveðin bara stigi sem þær eru að klífa. Og í rauninni þeirra þróun sem leikmaður felst í, það er ákveðin hlutir sem er svona rauður þráður í gegnum hjá íslenska landsliðinu. Þær eru í rauninni bara eftir því sem að verða eldri fara inn í flóknari hluti í uppbyggingu á varnarleik og sóknarleik og öðru slíku. Og halda svo áfram væntanlega 18 ára og 20 ára áður en að koma í A-landsliðið. Væntingarnir eru náttúrulega bara til þeirra að þær leggja sig fram og við höldum í okkar einkenni. Landsliðið er uppbyggt þannig að það er ekki þú þarft að fylgja ákveðnum reglum og þú þarft að vera tilbúin að leggja þitt eigið ego til hliðar fyrir heildina eða fyrir liðið. Og þannig að það að halda skipulagi, skotaval, það er svona kannski eðli þess í sóknarleiknum sem við viljum halda í að taka gott skotaval og halda það skipulagi og góð spacing á vellinum. Varnarlega þá viljum við vera aggressívar og duglega varnarlega og það er ákveðnar reglur sem við vinnum eftir varðandi þegar við erum að lenda móti náttúrulega miklu hærri hávaxnari leikmönnum heldur en þær eru.
Þannig að markmiðurinn fyrst og fremst að það vinni eftir þessu og þrói sig áfram sem betri leikmenn. Auðvitað væri frábært að komast eitthvað ákveðið langt með það en svona stóra samhengi þá það framþróun leikmannsins sem skiptir öllu máli. Þannig að það í raun ekkert endilega að vera að einblína á úrslitin sem slík? Í rauninni ekki. Sjálfsögðu viljum við fara og vinna alla leiki. En við erum ekki að fara á þessum aldri og í rauninni kasta öllum okkar gildum og öllu því sem við stöndum fyrir með það fyrir augum að eiga möguleika á að vinna einhvern leik. Þannig að við það ekki stóra atriði, nei. Þannig að þetta eitthvað líka sem þessi rauði þráður sem búið að mynda, þannig að þetta þá í góðum samskiptum við landsliðið sem taka svo við og alveg upp í A-landsliðið eða hvað? Já, það einmitt markmiðið með þessu að það sé góð samvinna milli þjálfara, milli U16 upp í U18 og úr U16 niður í U15. Þannig að þetta séu samskiptið þarna milli og leikmenn sem eiga erfitt með einhverja hluti eða fara illa eftir fyrirmælum eða eitthvað slíkt. Þá veit næsti þjálfari af því hvaða leikmenn það eru og hvað hægt að gera á hana og ef það eitthvað sem næsta landslið að lenda í vandræðum með einhverju sérstakir þættir í sóknarleiknum eða uppbygging og sóknarleik þá veit landsliðsþjálfarinn sem að taka við þeim hvað þarf að vinna og leggja sérstaklega áherslu á. Þetta ekki hreinlega eitthvað sem fleiri félög mættu líta til ef við hugsum yngri flokka starf alveg upp í meistaraflokk að mynda þessi tengsl milli aldursstiga? Jú, sjálfsögðu. Og mörg lið nú þegar farin að setja upp einhvers konar þjálfara handbækur þar sem kemur fram hvað á að kenna á hverju stigi og sem frábært. Svo það spurning hversu vel því fylgt eftir en ef það gert þá það náttúrulega eitthvað sem miðar að því að uppbyggingin verði stigvaxandi í átt að því að verða góður meistaraflokksleikmaður. Takk kærlega fyrir spjallið. Sömuleiðis. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn í boði Djós. Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóð. Karen, nú þú eini leikmaðurinn á heimavelli á þessari æfingu. Já. Hvernig það? Það bara mjög skrítið en það mjög gaman. Þessi hópur hvernig finnst þér? Þeir eru nokkra svona landsbyggðar leikmenn. Eru þið að tengja vel saman? Já, við erum að gera það. Bara allir hópur mjög að tengja vel saman, sko. Það er ekkert eitthvað svona bara landsbyggðarstelpunar, sko. Nú þær allar að koma og á einhverjum öðrum stað, þetta er svo farið æfingaferð út fyrir sinn heimabæ, en ekki fyrir þig, en þú ert í prógraminu með þeim allan daginn, eða ekki? Jú, ég búin að æfa með þeim núna, ár cirka, en það mjög gaman að fá þær hingað, þannig að það fá líka að kynnast mínum heimavelli og þannig að það er líka að prófa að fá að ferðast. Og hvað það að gera fyrir norðan núna? Við erum sérstaklega á landsliðsæfingum, við erum að undirbúa okkur fyrir mótin í sumar, Norðurlandamótið og Evrópumótið sem við erum að fara á. Og eitthvað planað að gera svona fyrir utan völlinn, æfingasvæðið? Já, við ætlum að skella ykkur sund og svo planað að fara í Zumba og svo fyrir einhverja fræðslu held ég. Þannig að það er nóg að gera. Þú sem leikmaður hjá Þór, hvernig að æfa heima á Akureyri? Bara mjög gaman. Það er mjög gaman að vera hér, sko. Finnst þér felast tækifæri í því? Ég heldur að tækifæri væri öðruvísi ef þú byggir til dæmis fyrir sunnan, það sem meiri samkeppni sæti og stöður í meistaraflokki? Já, það er svona alveg plús að vera út á landi og að fáir að æfa og svoleiðis, en samt mann langar alltaf að kynnast því að hafa meiri samkeppni á æfingum og ég meina að ég er eina sem að æfa á Akureyri á mínum aldri. Þannig að mann langar að prófa að kynnast því líka, að æfa með jafnöldri sínum og svoleiðis, sem maður hefur ekki gert það lengi. En á móti þegar þú ert eina sem ert á þessum aldri, þá ertu mæntanlega að æfa dálítið mikið með eldri leikmennum alltaf. Ég er búin að gera það mjög lengi, sko, síðan í 7. eða 5. bekk, sko. Þannig að... Myndirðu segja að það myndi herða mann svolítið að þurfa að kljást alltaf við eldri leikmenn? Já, það gerir það. Þannig að maður kynnist þeim að það fara miklu meiri hörku, bara fyrr. Maður kynnist því miklu fyrr og bara, já.
En það ekki líka dálítið svona öðruvísi að fá að sjá hvar maður stendur móti svona jafnöldunum sínum eins og hérna á landsliðsæfingunum? Jú, það gerir það. Maður sér svona miklu meira en ég náttúrulega að æfa með Tindastól líka. Þannig að ég fæ alveg að keppa móti þessi stelpum öllum hér út á landi og þannig að það mjög fínt að fá að gera það. Hvernig gengur það að vera að æfa líka með Tindastól? Það gengur bara svona mjög vel. Ég búin að æfa með þið núna í 4 ár. Þannig að ég búin að búið mjög gaman. Maður stundir fer í æfingar á veturnar en ekki oft en ég keppa alltaf með þeim, reyna að keppa bara alla leiki. Er það ekki dálítið mikið ferðalag á aðstöðu? Jú, það það sko. En hvað gerir maður ekki fyrir körfuna? Akkurat. En núna eru þær allar að koma hérna norður, þreyttar og stirðar eftir rútuna. Ertu pínu að brosa að hlæja því? Já, það alltaf saman djóki hvað bara náttúrulega eins og Ingvar þjálfari sagði, við byrjum að taka létta æfingu á föstudaginn. Við erum svona stirðar eftir bílferðina. Svo alltaf þegar ég fer suður á æfingu sko, þá er alltaf bara tekið strax á því á fyrsta æfingu á föstudaginn. Þannig að það verður mjög spesík að taka létta æfingu núna. Er það ekki? Jú. Og eftir bara enga bílferð heldur? Já. En svona munurinn á þessu, æfa með Þór, æfa með Tindastól, er munur á þessu þannig? Nei, ég er náttúrulega búin að æfa með Tindastól mjög lengi sko og svo byrjaði að vera með meistaraflokk í fyrra. Þannig að það er ekkert rosa mikil munur, þetta er náttúrulega bara öðruvísi stelpur og bara ég er náttúrulega æfa með eldri, ég er að æfa með meistaraflokkina eldri hér. Þannig að maður er svona meiri hark á æfingum hér svona. Þetta er jafnaldri sín í Tindastól. Nú er Tindastóll og Krókurinn, það er mikið körfuboltasamfélag, það snýst eiginlega allt körfuboltan þar. Meðan á Akureyri það er körfuboltinn ekki stærsta íþróttagreinin. Finnurðu fyrir þessu svona breytingu á samfélaginu? Já, ég finn alveg fyrir því sko. Ég meina það er gert allt fyrir körfuna á Króknum sko. En hér er bara svona, karvan er þú veist í hvað, 5. eða 10. sæti hér sko. En svona að vera æfa í kvennakörfunni hérna, finnst þér þetta hafa breyst frá því? Þú byrjaðir í yngri flokkunum? Já, klárlega, þetta er alltaf uppleið sko. Ég meina kvennakörfan er búin að stækka mjög mikið hér. En samt, þú veist, mann langar alltaf í fleiri stelpur til að æfa. En það er eins og búið að umgjörðin í kringum kvennakörfunni hér er búin að breytast gjörsamlega mjög mikið sko. Alveg bara síðan í fyrra sko. Sérstaklega í vetur, ég fann alltaf mjög mikið fyrir í vetur. En svona þín markmið í þessu, fannstu körfuna strax eða varstu að æfa fleiri íþróttir og endaðir í körfunni? Nei, ég hef alltaf verið svona bara flakka milli íþrótt, aldrei svo fundið mín einu. En svo öll ættin hans pappa er í körfunni og ég bara ok, ég skal prófa það bara og svo bara fann ég mig þar og hef ekki hætt síðan. En hvert stefnir þú svona lengra ef þú leyfir að horfa næstu 5 ár fram í? Já, ég stefni alltaf lengra bara. Það var eins langt að ég kemst. En það er landsliðið núna þannig að þú stefnir á að halda áfram þá eftir að bara klífa stigann þar? Já. Maður reynir alltaf að komast aftur á næsta ári, þannig að núna eru 16 og svo 18 á næsta ári. En þá er maður yngri ára, en það erfiðara að komast, en maður stefnir alltaf að fara bara eins langt að maður kemst. Núna er markmiðið hérna að undirbúa leikmenn undir það að fara og taka næstu stökk yfir í næstu landslið og upp í A-landsliðið, en það er kannski ekki eins mikil áhersla á úrslitin. Er þetta eitthvað fyrirkomulag sem að henda þér? Já, en maður langar samt alltaf að vinna sko, en þannig að það henda held ég bara mjög vel sko. Það þarf kannski ekki að öskra á ykkur og biðja ykkur að vinna, það er kannski frekar að vinna hérna. Nei, okkur öllum langar að vinna sko. Maður fer ekkert út af vellinu bara til að tapa sko. En þessi leiki sem þið eru að fara í núna, hvernig metur þú möguleikann ykkar þar? Ég veit það ekki. Ég held að við erum alveg eftir að ná langt kannski á Norðurlandamótinu, svo spurning sko á Evrópumótinu. Við lentum svolítið erfiðum riðli í Evrópumótinu, en við ætlum bara að gera okkur besta og bara reyna að vinna þetta. Þekkir eitthvað þessar leikmenn í hinum landsliðunum og hvernig gengur svona að fylgjast með þessum leikmennum þegar maður er í yngri landsliði? Þá í útlöndum? Já. Ég þekki ekki neina leikmenn, maður veit ekkert hvernig liðin eru sko. Við kepptum ég var í U15 í fyrra og þá voru á svona Copenhagen Invitational, þannig að þá voru svona nokkur félagslið og nokkur Norðurlandalið. Þannig að við kepptum til þess að móti Danmörku og Svíþjóð, þannig að við vitum aðeins hvað er stöndur þar, en við kepptum ekki móti öllu Norðurlandaliðunum, þannig að það verður gaman að sjá hvernig það verður. Akkurat. Þú vilt ekki tefja mjög mikið, þú ert að fara á æfinguna líka. Takk hérlega fyrir þetta lögur. Takk fyrir. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn er í boði Djós. Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn er í boði Jóðum Jóð. Helena, þú ert frá vestra, þannig að þú ert landsbyggðarleikmaður hérna á þessari æfingu, en kemur samt svolítið langt að. Hvernig finnst þér að vera komin hingað á Akureyri? Bara svakalega upplifun. Ég hef aldrei verið í íþróttahúsinu hérna, þannig svona nýtt umhverfi.
körfuboltinn hjá Vestra, hver svona staðan á honum í þínum aldursflokki? Eru margar að æfa sem eru jafngamlar þér? Já, við erum 13, en svo erum við 19 í æfingahópnum af því að það er stúlkuflokkur með okkur. En æfingaaðstaðan á Ísafirði, hvernig er hún? Hún er svakalega góð, það er nýbúið að gera upp gólfið og svaka fínt íþróttahúsi. Og svo notum við stundum íþróttahúsin í kringum Ísafjörð, Bolungarvík og... Finnst þið muningur að vera komin hérna á Akureyri frekar en að fara og æfa með landsliðinu í Reykjavík til dæmis? Nei, mér finnst það ekkert mikið öðruvísi. Við erum búin að vera í svo mörgum íþróttahúsum að maður er búin að venjast að fara í nýtt umhverfi. Og nú byrjuðu á því að taka svona svolítið létta æfingu og að ná sér ferðaþreytunni eftir bílferðina, en það er kannski eitthvað sem þú ert vön að vera á Ísafirði og alltaf keyra langt í alla leiki? Já, maður er fanur sko. Ég keyri alltaf 5-6 tíma til að spila leik og stundum keyri ég bara beint heim eftir hann. Bara svona dagsferðir. Þannig að þetta er ekki erfitt fyrir mig að venjast. Hvenær byrjaði þú að æfa körfubolta? Ég var 10 ára, í 5. bekk. Varstu að æfa einhverjar aðrar íþróttir þegar þú finnur körfuboltann 10 ára? Já, ég var fyrst í fótboltanum og svo var svona verkefni þar sem ég fekk að prófa allar íþróttir á Ísafirði og mér list best að körfubolta. Þannig að þetta verkefni hefur heldur betur skilað sér fyrir þig? Já, mjög vel bara. Þú hefur sett markmiðið hátt af því þú ert komin alla leið í landsliðið. Er eitthvað sem þú gerir aukalega til þess að vinna því markmiðið að vera í landsliðið? Já, ég fer svolítið í styrktarþjálfun og reyna að styrkja mig og bara... Hugsaður næringuna og svefninn og allt svoleiðis aukalega líka? Já, maður reynir að fara fyrir að sofa og borða vel. Og þú finnur að það hefur áhrif á það á æfingum? Já, mjög mikið sko. Það bara munar koma að borða yfir daginn hvernig maður gengur að æfingu. Eitt tækifæri með meistaraflokki, hvernig eru þau hjá Vestra? Það eru mjög lítil, það er ekki meistaraflokkur eins og er. En það er stefna á að stofna meistaraflokk. Er það ekki dálítið erfitt þegar maður er leikmaður í yngri flokkum að hafa ekki meistaraflokk til þess að stefna það? Jú, það er engin fyrirmynd til þess að líta upp til og svona, en vonandi fyrir þetta verkefni vel á stað hjá Vestra. En þú hefur þá í rauninni samt þetta markmið til þess að stefna sem er landsliðið? Jú, þetta var alltaf markmið. Ég var í þessu fyrra og svo var bara að reyna að komast lengra og lengra. Vilborg, þú spila með Njarðvík og ert komin hingað norður. Hvernig finnst þið það? Bara geggjað, sko. Nú æfir landsliðið svona öllu jafna á þessu Reykjavíkursvæði þarna fyrir sunnan. Já. Finnst þér einhver svona breyting að vera komin norður? Já, þú veist, bara mikið svona hópefli og skemmtilegt að fara með stelpunum eina helgi og svona vera bara saman. Hvernig er bílferðin norður? Hún hefur verið, en þú veist, það var gott við, langaði að vera úti, en þú veist. Hvað gerir maður ekki fyrir körfuboltann? Ha? Hvað gerir maður ekki fyrir körfuboltann í rauninni? Nei, ekkert, sko. En þið byrjið á að taka bara létta æfingu hérna núna, en það er svo þétt helgi framöndan af æfingum. 2 æfingar á dag held ég, laugardag og sunnudag. Og hvað gerir þið svo meira? Við erum að fara í púttmót núna eftir þetta og svo erum við ekki búin að segja okkur, við erum að fara að gera eitthvað margt meira. Jú. Að vera leikmaður í Njarðvík, það er mikil körfubolta hefð þar. Hvernig staðan á kvennakörfunni í Njarðvík? Ég sjálf spila með 10., stúlkna og meistara og hún er mjög góð, þetta er bara kvennamegina. Já, við erum í fyrstu deild í meistaraflokki og við erum bara að vinna okkur upp. Við erum í mjög ungan hóp og stöndum okkur vel. Þannig að það er alveg tækifæri fyrir leikmenn sem standa sig vel með meistaraflokki? Já. Við erum allar 6 með varamanni. Erum við allar 6 með meistaraflokki heima, þannig að ungt og gott lið. Samfélagið fyrir eins og í Njarðvík, þar snýst lífið dálítið mikið um körfubolta. Þetta er eina aðalíþróttunum þar og meðan Akureyri er þetta öðruvísi. Finnurðu fyrir því einhvern veginn að þetta sé minni körfuboltabær hér heldur en þar sem þú býrð? Ég er náttúrulega búin að vera lítið hérna, en nei, þú veist, ekki þannig séð sko. Ég er náttúrulega bara komið hingað til að spila körfubolta, kom 2 í vetur og eitthvað, en ég hef ekki þannig séð tekið eftir að það sé eitthvað minna sko. Er ekkert flóknara að blandast hópnum þegar þið eru 6? Er ekki hættan á að þið séu saman sem einn hópur? Jú, en þjálfarnir gera vel í, þú veist, ef 2 saman þá fá engar saman félagar saman, þannig að við, þú veist,
og við dreifum okkur og svona, þannig að Finnur einhvern mun á, það eru nú leikmenn alls staðar að landinu þannig lagað, það eru allavega nokkrar úr landsbyggðarliðunum. Finnurðu, er þetta öðruvísi karakterar sem koma utan landi? Þú veist, við erum allar svona svipaðar karakterar en þú veist, sem svona til dæmis svona orð sem að norðurlandafólk segir sem við skiljum ekki einu sinni, sko. Þannig að það er svolítið fyndið. En núna, þú ert farin að spila fyrir meistaraflokk, þú ert komin í landsliðið, þú hlýtur að stefna hátt. Já, ég stefni mjög hátt. Hvert stefnirðu? Ég er að fara í Fjölbraut núna eftir sumarið og eftir það stefni ég líklegast út í háskólabolta. Þannig að þú sér þér körfuboltann sem tækifæri til þess að koma þér í háskóla? Já, algjörlega. Og eru mörg svoleiðis tækifæri? Hefurðu skoðað þetta? Ég er eitthvað að byrja að skoða þetta en það er alveg 3 ár í, þú veist, að mér langi að fara þannig að ég er svona hægt og rólega. Ertu að gera mikið fyrir utan völlin til þess að halda þér í landsliðinu því að þú væntanlega stefnir á að klífa þennan landsliðsstiga líka alveg upp í A-landslið? Já, hvað ertu þá beina bara aukaæfingar? Já, bara fyrir allt. Já, við æfum allar mjög mikið og ég sjálf lyfti mjög mikið og bara, þú veist, styrkjandi æfingar og svona koma sér langt, sko, og dugnaðurinn. Og þú finnur að þetta er að skila sér? Frábært, takk kærlega fyrir viðtalið. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn er í boði Djós.